Cookies eða smákökur eða kökur eru leið í HTTP til að senda frá server einhverja ákveðna skipun, einhverja ákveðna HTTP skipun, header, sem að lætur client í framhaldi alltaf senda ákveðin gögn með hverju requesti. Og það eru þetta cookies. Og þessi gögn samanstanda af nafni og gildi, dagsetningu sem þessi kaka, þetta cookie á að renna út á hvaða slóð kakan er sett, á hvaða lén kakan er sett. Til dæmis getum við sett þetta á eitthvað ákveðið undirlén eða með því að setja punkt fyrir framann öll undirlén og yfirlén. Og lén verður að innihalda að minnstakosti 1 punkt, svo localhost virkar ekki. Þetta getur þannig verið breytilegt á milli vafra, en ef við erum að nota Chrome sem margir eru að nota, þá skulum við alltaf nota 127.0.0.1 þegar við erum að þróa vefforðan okkar, svo að cookies virki. Síðan getum við skilgreint hvort að kakan sé örugg á aðeins að senda hann yfir HTTPS og það er þá með secure og á að leyfa JavaScript virkni að nálgast kökuna og þá skilgreinum við það með HTTP only sem true og hvernig eiga kökur að fara áfram með beiðnum frá öðrum vefjum. En þess að kökur eru notaðar til að geyma gögn, þannig að það skiptir máli hvernig við skilgreinum þetta, hvernig í raun upplýsingar, hvernig við förum með þessar upplýsingar og hvernig við pössum upp á þær. En SameSite er nýleg viðbót í cookie meðhöndlun sem skilgreinir með 3 gildum hvernig á að senda cookies, none, eða cookies að fara með í öllum beiðnum, lax, á það að vera rólegt, sem er sjálfgefið gildi, kökur fara með þegar fólk smellir á linka, en ekki þegar beðið til dæmis myndir. Síðan strikt og kökur eru aðeins sendar fyrir þær fyrirspurn sem skilgreindu léni kökurnar. En þessi gögn sem cookies geyma eru query-streng encóðaður strengur af gögnum, þar sem við getum haft til dæmis breytuna session ID með ákveðið gildi og svo data með eitthvað ákveðið annað gildi og þetta notar query-streng encóðan, jafnt og merki og ampersand á milli til þess að skilgreina á milli gagna. Það er takmark á því hversu mikið af gögnum við getum geymt per lén. Hámarkið sem við ættum að hafa, þó það getur verið stærra á ákveðnum serverum, er 4096 bæti, sem því að við getum ekki nota kökur til þess að geyma almenn gögn. En þegar við erum að skrá cookies og ætlum að gera það í Express, þá getum við nota res.cookie sem skráir cookie með name og value og síðan options sem við erum búin að tiltökum þarna áðan. Við getum síðan 1 cookie með res clear cookie og þetta setur bara eða fjarlægir cookies sem serverinn sendir á klientin. En til þess að lesa þær þá þurfum við eitthvað annað. En þetta eru margar stillingar. Við getum aukalega látið Express undirrita cookie okkar sem þýðir þá að gildi sem er geymt verður undirritað og við getum þá vita hvort það sé búið að eiga við það. Þetta eru gögn sem við erum að senda yfir á klientin. Klientin gæti þess vegna breytt gildinu og senda aftur tilbaka. Til dæmis ef við sendum cookie sem segir þessi notandi er admin og má gera eitthvað og það kemur false og klientin sér það og segir breytið því í true og sendir þetta tilbaka og allt í einu megum við gera eitthvað sem við ættum ekki með að gert. En þar er nú samt sem áður ekki kannski besta leiðin að gera þetta yfir höfuð, að geyma þessar upplýsingar í cookieinu, en nánar það síðar. En við getum síðan náð í cookie parser pakkan til þess að taka við og parsa kökurnar sem koma tilbaka frá klientum. Þá fáum við object. Við getum líka, þegar við erum að signa og erum að nota hana cookie parser, þá getum við geymt object, JavaScript object, sem er þá geymt sem JSON, sem við getum þá lesið tilbaka og átt við objectin eftir að klientin sendir hann til okkar. En þessar undirrituðu kökur eru vistaðar sem gildið pluss einhver undirskrift sem er fengin út frá einhverju lindamáli. Þannig við þurfum að gefa eitthvað lindamáli í grunninn sem við þurfum þá að vita og passa upp á til þess að geta staðfest að þetta sé rétt. Þannig að það er undirritunin verður hash gildi af gildinu sem á að geyma pluss þetta secret, svo concatenate þetta saman og sem að hash algoritmin getur til dæmis verið SHA-256 eða einhver betri. Og síðan ef það er búið að eiga við þetta, þannig að undirritunin stendst ekki lengur þegar það kemur tilbaka, við sjáum gildið, við sjáum hvað er undirritað gildið, við prófum að undirrita aftur, er þetta sama? Já, þetta er lagi. Ef ekki,
þá fáum við ekki einu svona kökuna til meðhöndlunar. Þetta er ekki dulritun, þetta er einhver undirritun sem staðfestir að ekki hafi verið átt við gildi sem er að koma til okkar. En þegar við erum síðan að vinna með cookies í Vafra eða í client, og sérstaklega í Vafra þá höfum við aðgang að cookies í gegnum document cookie ef að HTTP only var ekki sett, og ástæðan fyrir því við viljum oft setja þetta HTTP only er að cookies geta innihaldið mjög viðkvæm gildi, að þegar cookies er í raun leið til að viðhalda state, viðhalda stöðu á milli clients og servers í HTTP sem er í grunninn stöðulaust protokoll. Þannig að það er hægt að nota þetta til að komast yfir þessa stöðu. Þannig að ef mér sem einhverjum sem vil gera árás á eitthvað kerfi kemst að því að ég get sendt inn eitthvað ákveðið sem getur lesið document.cookie, sendt á einhvern server, og þá gæti ég jafnvel logga mig inn ef ég er nógu fljótur og komist inn og verið viðkomandi. Til dæmis ef ég tek document.cookie frá einhverjum sem er skráður inn á Google, svona í einfaldri mynd, og afritað yfir í Vafran hjá mér, þá er ég með nákvæmlega sömu upplýsingar og viðkomandi var með. Þó svo Google er með náttúrulega einhverjar auka öryggisráðstafanir þarna, en í grunninn myndi það virka ef þessar ráðstafanir væri ekki til staðar. Og oft er þetta það sem er reynt að stela með XSS eða cross-site scripting árásum. Cookie parser er milliparser sem við sækjum þá til þess að fá þessi gögn hvort sem þau eru undirrituð eða ekki, og við verðum þá að byrja því að sækja, láta appið okkar nota þennan cookie parser með þessu secret ef við viljum nota undirritaðar cookies, og síðan getum við sendt stillingar þegar við erum að búa til kökurnar sem við síðan getum notað til að lesa fram og tilbaka hvað er í gangi hérna á milli okkar. Síðan fáum við aðgang að cookies sem komi í requestinu í gegnum rec.cookies, og kökutýpunar sem við erum að díla við eru session kaka sem er skilgreind með dagsetningu sem er ekki skilgreind með dagsetningu, þannig að henn er eitt bara þegar Vafra er lokað eða þegar tabbinn er lokað, þannig að þetta getur verið stök innskráning. Ef við viljum viðhalda innskráningu yfir fleiri daga, þá getur við verið með fasta köku sem hefur úreldingadagsetningu, sem hefur skilgreinda dagsetningu, og þá þó að ég slökkva Vafranum, þá mun sú kaka lifa áfram. Næstur ég opna Vafran, fer inn á vefinn, þá fer sú kaka með frá klientnum, og serverinn getur þá staðfest þegar þú ert ennþá sá sem þú sagðist vera þarna í gær, og við heldur þá einhverja stöðu, hvort það er innskráning eða eitthvað annað. Síðan höfum við þriðja aðila kökur, en þær eru kökur sem við getum verið þannig að það er partur af vefnum okkar sem er með einhverjar upplýsingar sem sækir eitthvað frá dómini hjá einhverjum þriðja aðila. Þannig að fyrsti aðilinn er klientinn, annar aðilinn er við með okkar server, og þriðji aðilinn er það sem við erum með í kóðanum okkar, hvort sem það er vísun í mynd, vísun í JavaScript-skjal, vísun í CSS-skjal, eitthvað sem gerir requestu yfir á dómin hjá einhverjum öðrum. Þá getur sá dómin sett köku og vitað hvaðan komið er. Þá getur það verið út af því að það er einhver ákveðin auðkennislykil, eitthvað uník. Það getur verið út frá því hvað upplýsingar klientinn okkar sendir með sér, en þá er hægt að vita í raun hver kom hvaðan og var að heimsækja þá hvaða vef. Þannig að þá getur þriðji aðili komist að því hvar ég var að gera eitthvað. Og þetta er þá ástæða fyrir því að við fáum oft á tíðum þessar cookie notices út allt, er út af því að það er tilraun til þess að takmarka það að auglýsendur geti nota cookies til þess að fylgjast með því og vita hvernig við ferðumst vefinn. Þá til dæmis að við förum á einhvern vef, við förum síðan inn á Google eða inn á Facebook eða inn á einhverja aðra mikið notað þjónustu, og við sjáum auglýsingar sem oft tíðum eru þá bara vefurinn sem við vorum að heimsækja fyrir þá þjónustu. Þá er sú þjónusta, sá vefur, búin að festa það að við höfum skoðað þetta, og við sendum þá í raun cookie yfir á Google eða yfir á Facebook. Facebook sá, Óli var að skoða þessa þjónustu, og nú er þessi þjónustuaðili búin að kaupa auglýsingar hjá Facebook, þannig að ég fæ þær auglýsingar næst þegar ég skráði mig inn á Facebook. En þetta er sagt að eigi að gefa okkur betri auglýsingar, en er í raun og veru bara að búa til ákveðin prófæli yfir það hvernig við erum að nota vefinn, og er kannski ekki endilega það sem við viljum, og við getum slökkt á þessu. Til dæmis er Firefox með það sjálfgefið að geta kveikt á svona fangelsi fyrir allt sem tengist Facebook, til dæmis Instagram eða facebook.com, og sumir vafrar eru beinlínis að nota þetta sem
sem sölupunkt eins og til dæmis Brave eða Vivaldi sem að báðu segja, heyrðu, við slökkum á öllum svona tracking þannig að þú getur farið og vafraðið vefinn án áhyggjuna það að einhver sé að safna upplýsingum það. Og þarna var þetta EU cookie lawið sem átti að sporna við þessu en það gekk ekki nógu vel en nú GDPR löggjöfin og nú þarf í raun upplýst samþykki sem þetta, viltu nota cookies og það á að vera í raun augljóst þó að það sé ekki alltaf þannig en það það að til þess nákvæmlega að þessar þriðja aðila cookies séu ekki að streyma á milli og fylgja okkur. Og svo náttúrulega GDPR skilgreinir margt annað, réttindi okkar til að gleyma því öllum þeim upplýsingum sem að svona tracking hefur náð í gegnum tíðina okkur.